Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum sem við tökum upp að þessu sinni hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og næsta komið að því að tala um kvikmyndir og snjóbretti. Verið velkomnir herramenn. Takk fyrir það. Byrjum kannski bara á þér. Ekki, hvað að gerast í bransanum hjá þér þessa dagana? Sko, núna erum við full að klippa og gera klart myndbandið okkar sem heitir GTF og já, það er bara að vera klárt og við erum ekki alveg komið með daginn sem við ætlum að sleppa í það. En það verður eitthvað fljótlega, sko. GTF, á maður að vita eitthvað fyrir hvað það stendur? Það halda allir að þetta stendur fyrir eitthvað annað en það gerir, sko, en þetta stendur fyrir Down to Film. Ok. En já. En þú ert einn af þeim, sko, fjölmörgu sem að vinna svona á baku tjöldin í þessum og þetta er orðin svo mikið bransi, ekki bara snjóbrettin og trikksin heldur en sko kvikmynda hliðina á þessu öllu saman. Segðu okkur frá því til dæmis hvað þið eru búin að vera að brasa saman. Við vorum allan senstu vetur bara búin að vera að taka upp hérna í kringum Akureyri og bara á Íslandi og erum með þess að teymi bara frá Svíþjóð og að gera Bandaríkjunum og þeir eru allir sem að koma því saman og taka upp þessa mynd. Og margar myndir, þessar 3 mismunandi myndir. Já, það eru fleiri verkefni í gangi. Hvaða verkefni eru þið? Já, sko, ég og Gulli vorum að filma fyrir Transworld Snowboarding myndina sem er enda komin út á iTunes núna. Hún heitir Nation og þeir tóku völdu út þessa sem þeim fannst bestir í hverju flokk eins og við gerum handrið og svoleiðis mest. Svo vorum við líka besti gaurinn sem gera rænarsinnir öll stærstu fjöllin og keppnisrættir til að sýna alla hliðar á snjóbretti. Já. Og þetta kom bara mjög vel út, sko, ég er ánægð með það ekki? Hvað kom út úr þessu, sko. Og Nike, var ekki Nike með? Jú, svo var Halldór í Nike myndinni sem var alveg mjög góð, hann kom út í sólarhring, premiér og ég held að sé núna til sölu á iTunes held ég líka. Já, þetta var svona teaser eiginlega. Þar tóku nú allir andköf yfir risastökkinu. Segðu þér kannski pínu frá því? Já, það var alveg Halldór er búinn að langa að gera þetta alveg lengi held ég. Þetta sem að horfa á því 3 ár, langa að gera þetta. Og við bara þurftum að fá, við vorum með heitir Winds sem er rafmagns, eða er ekki bensínmótor í þessu. Þetta er mótor sem búið að breyti vél sem dreifir maður á ferð. Já, eins og maður sér núna svona. Já, maður heldur bara í spotta og síðan rétt sem að keyra vélina áfram til að hann á. Þetta er næstum eins og sé verið að skjóta ykkur í teyfu. Já, í rauninni, sko. Og þannig að hann þurfti alveg fór mjög mikið hraða til að koma yfir, sko. Segðu okkur staðsetninguna fyrir það sem ekki þekkja til? Þetta var á beint á móti Glerártorgi frá húsinu Höldur og yfir á Blómabúðina og svo þar niður á líka. Þetta er alveg töluvert stórt. Þetta er alveg klitt, sko. Tæpir 20 metrar þarna milli, sko. Nákvæmlega. Og ég að segja það er svo mikið núna hvernig maður tekur þetta upp. Já. Það þurfti að gera þetta tvisvar því að þið ætla að ná þessu ekki í fyrst skipti. Þetta grínast. Það er mjög trikki. Það gerir þetta tvisvar. Maður sé það því að þið þurfa að hafa margar kamerur og ýmsa vinkla og svo þetta náttúrulega þessar þyrlur. Þetta er orðið bara fyrirtæki að eiga þetta allt saman. Já, hann heitir Henning Sandström. Já, hann er frá Svíþjóð. Hann sérhæfir sig með þetta RC, remote control, lítil þyrla, fjaststýrð þyrla sem hann er með. Er þetta eins og GoPro þyrla eða er þetta? Nei, þetta flýgur alveg með þetta er 8 hreyfla. Já, ok. Flýgur alveg með þessar stóru vélar. Hann er með stóra Sony FS700 vél sem þeir þurfa núna á háan standard að taka upp fyrir þessu Nike myndina. Það þurfa að vera ákveðin gæði til að geta skila af sér. Og það er það sem er svo forvitnilegt að fylgjast með ykkur. Þetta var náttúrulega upphaflega áherslan var á náttúrulega bara triksinu og á snjóbrettin og á skemmtunina í því og smá saman hefur maður allavega fylgst með þvílíkum framförum, ekki bara snjóbretta heldur, sko, þeir eru orðnir líka bara kvikmyndamenn, eiginlega. Já, það er maður hugsa annars meira en snjóbretti. Já. Og hvernig er það? Tekur það ekkert sjarman af bara því að vera bara á bretti og vera bara að gera triks, að vera að hugsa svo mikið þú veist, myndirnar og bransan og búðpeninga og allt þetta? Ég get alveg sagt að ég er stundum alveg mjög pirraður á þeirra að bíða eftir öllu þessi tóti sem verið klárt og svona. Sérstaklega þyrluna þegar hún tekur náttúrulega tíma. Alltaf skiptum batteri reglulega og svo er aldrei neitt víst hvort þeir ná í skotina því að náttúrulega enginn á kameruna þannig sem. Reynda núna í ár og reyndi með svona fjaststýrðan haus. Þannig voru 2 á operatörnum, það var einn sem bara
stjórna hvert þyrlan flýgur og svo annar svona mótorar fyrir neðan sem stjórna sem sagt hvort það fari upp eða niður eða sem sagt myndavélin sjálf fari upp eða niður að hægri eða vinstri. Þannig að það gerir aðeins betra að vera tveir sem sagt á því. Það er mjög pirrandi að maður alveg klár og alveg fókusir á eitthvað trikk og sem gefur nei, býtu þurfum að skipta batteri og eitthvað bara og býðið svona alveg 10 mínútur eða eitthvað. En er þetta þá gaman? Þetta verður aldrei leiðilegt. Það er bara þannig? Já. Og skrokkurinn heldur hann alveg? Maður fyrir alltaf að hugsa það. Já, hann er alveg enn að gera góða hluti. Já, það ekki. Og hvað er með framhaldið? Bara að halda áfram að reyna að taka upp og komast inn í snjóbrettabannastann og svona. Og já, þetta er bara mjög gaman að snúast í kringum þetta. Vera að ferðast og bara, já, út í ég er mikið á snjóbretti líka sjálfur, þannig að ég renni mér enn á milli og svona, það er mjög gaman. Nákvæmlega, þetta hljómar eins og eitthvað svona annar heimur sem að maður bara fær rétt svona að kíkja inn í. Þetta er mjög gaman, ég ætla að reyna að vera snjóbretti eins lengi sem ég líka minn höndlar það, sko. Nákvæmlega. Lengi sem ég get gengið. Já, og hann er nú. En hvar getur fólk, það er iTunes, þar sem fólk getur keypt myndina? Bæði Nike myndina og Transworld myndina og okkar mynd kemur aðeins seinna bara frítt á netið. Ok, þannig að það geta allir séð hana. En það er líka, svona í lokin, það er líka fullt af, og maður sér það hérna heima, að fullt af krökkum og yngra fólki sem eru að læra rosalega mikið með ykkur náttúrulega sem fyrirmyndi bara bæði í snjóbrettunum og kaupmyndunum. Þetta er eiginlega orðið besta með betri námi. Er ekki gaman að fylgjast líka með hinum sem eru bara að gera þetta ennþá? Það er nefnilega, núna er alveg mjög margir góðir svona ungi krakkar sem eru að koma hérna upp hérna á Akureyri sérstaklega. Og það er bara mjög gaman að fylgjast með því. Og maður sér það bara strax hérna bak við skautavöllina. Það náttúrulega byrjar þetta allt, þú veist, þegar season er að byrja þá byrjar maður alltaf að æfa sig þar bara þegar það henda snjó út og er við lítið rör. Og maður sér alltaf þar Eljan samt að taka krapið af skautasvellinu og maður sér eitthvað þegar maður er að keyra þarna, bera, hjólburur og guðmót og hvað til að ná einhverjum renningi jafnvel yfir sumartímann. Það er ekki smá á sig. Það er ekki smá vinna. Það er eiginlega skemmtilegasti parturinn af seasoninu. Maður er búinn að bíða í allt sumar eftir að fá að komast að snjóbretti. Svo kemst maður inn í smá snjó og lærir öll trikkin á bak við skautavöllina. Það er alveg ótrúlega. Undirbýr maður fyrir veturinn, sko. En fer ekki eitthvað á hjólabretti? Ég sé ykkur ofta á hjólabretti mína. Jú, ég er búinn að vera alveg mikið á hjólabretti, enda núna í sumardaldið minna. Ég er náttúrulega að býja úti núna. Já. Og Halldór var ekkert við, þannig að ég var einhvern veginn ekki alveg fyrir einn. Nei, nákvæmlega. En ég reyna að fara eins mikið við get samt, sko. Fara á brettaparkinu með tónlist og fullt af fólki. Já. Það er stemmarinn. Já, það verður bara virkilega gaman að fylgjast með þessu og gaman að fá okkur. Herra, takk fyrir spjall. Takk fyrir það. Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Það höldum áfram og náttúrulega eins og fólk heima sér að þá er borðið fullt af græjum. Það er að því að við erum komin í tæknihornið. Og er það nokkuð að fara að verða oflókið á tæknihornið með græjurnar? Ég útskýr það, sko. Já. Hérna er Samsung sími með 3G tengingu. Þetta er Samsung sími með 4G tengingu. Sem er betra, já. Sem betra. Já. Þú ert að tengja þig í netinu núna í gegnum þennan síma, ekki? Jú, gegnum 4G af öllum tækjum sem skipta máli. Já. Þannig við erum bara með eina tengingu í internetið. Já. Það sem við ætlum að tala eru skýjalausnir, það sem þetta er að komast á netið. Já. Og það má kannski segja, skýjalausnir séu nú ekkert nýtt á nálinni. Það var stofnað fyrirtæki hérna á Íslandi sem hét Skýr, Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar, 1952. Þegar ríki og Reykjavíkurborg tók sér saman það að það væri of dýrt að reka tölvu, talið í eintölu, Þeim fannst þetta of dýrt, þannig þeir tóku höndum saman það að reka tölvu. Og úr var svona miðlæg þjónusta á það sem hefur síðan gerst á þessari rétt rúmu hálfu öld síðan er náttúrulega fullt af tækniframförum. Við erum með 4G í vasanum alltaf og alls konar svona snjalli hluti sem við höfum náð að bæta inn í þessa lausn. Þannig að núna er þetta orðið þannig að það sem menn kalla skýjalausnir og það eru alls konar hluti til í skýinu. Allt frá því að þú getur bara verið með sölukerfið þitt eða einhvern hugbúnað sem kaupir. Þú ert pottþétt að nota einhverja skýjalausn bara á hverjum einasta degi í Samsung símanum. Þú ert með Google netfangað ekki. Já. Á bak við það er náttúrulega gríðarlega stór skýjaþjónusta þar sem þú ert að skoða. Skýjaþjónusta er þessi ósýnilega geymsla. Já, svona óstaðbundna geymsla í rauninni. Já.
þú ert ekki beinlínis með þetta á tölvunni hjá þér eða inn í fataskáp sko. Og hún veitir þér einhverja þjónustu. Þannig að þú ert að nota þetta á hverjum degi, þú ert með tengiliðina þína hvar sem er, hvenær sem er, þú ert með póstiðinn hvar sem er, hvenær sem er, og það sem er eiginlega svona fallega í þessu er það getur alltaf einhver hringt í mann, að þú getur líka að nálgast þessa þjónustu á hvaða tæki sem er. Þannig að núna í kvöld, síðlega í kvöld, þá týnir símanum þínum. Það er ekki, hérna fyrir 5 árum síðan þá bara var maður í panikki við því öll númerin týnd, allt í volli. Núna, þú kaupir nýjan síma, loggar þið inn á hann á Google accountinu þínum og þetta er allt saman komið aftur. Í gegnum skýið? Í gegnum skýið, gengt í skýinu og þarftir henni ekki að hafa áhyggjur af því hvar þú ert eða hvenær eða á hvaða tæki. Þess vegna ákveði að taka mitt ég með Windows 8 vél hér sem sjáu það er ekki með fína starttakkanum heldur einhverjum svona metróskjá. Fyrir þá sem eru eitthvað svona pínu týndir í Windows 8 heiminum þá er nú Windows 8 námskeið hjá okkur niður í Verslun hjá Advania í næstu viku og menn getur kíkt inn á advania.is/vin 8 vin 8 ekki vin 8 svona eins og það er samt mikil vin 8 í þessu þannig að menn verða að vera vinir. En ég viðurkenni að þó ég fylgist ágætlega með græjum og tækjum að þá er ég samt alltaf reglulega mjög týndur. Já, það var gott að eiga vini. Mjög gott að eiga vini. En við erum með Windows 8 vél, ég kíkti með iPad mini líka og svo kíkti ég með mér Apple vélni minni sem finnst alveg yndisleg og svo svona til gaman sko, þá get ég nýtt þessar þjónustu flestar á þessu líka. Hvað er þetta? Þetta heitir Raspberry Pi, það er svona pínulítil tölva með öllu sem þarf, þú tengir til dæmis bara hleðslutækið úr símanum þínum við, eitt USB lyklaborð og svo skjáin, þá getur þú keyrt þetta sem svona margmiðlunar tölvu við sjónvarpið þitt eða með réttu auka hlutunum, þá getur þú búið til dyrasíma með vídeói sem þú svarar með stjálfsímanum. Þannig að þetta er mjög fjölhæft tæki og þú getur nýtt þetta til þess að nota þessa cloud-þjónustu. Bara að sína, það er álíka mikil reikningageta í þessu eins og hárþurrku. Þetta er svona eins, kostar einhvers staðar í kringum 10 skall. En það sem við höfum verið náttúrulega að skoða eru náttúrulega þessar þjónustur, menn þekkja mikið af þessu. Nú, það sem náttúrulega margir að gera og nú skulum við algengt er að til dæmis ein skíaþjónusta sem má svo sem nefna er að hérna hjá Advania þá erum við með þjónustu sem við erum svona nokkuð konar skí, við erum eiginlega með stærri hýsingarskíum á Íslandi bæði fyrir okkur og kúnnan okkar. Og hérna getum við til dæmis sagt, ég er bara með þessa tölvu og inn á henni er náttúrulega einhver hugbúnaður sem ég ætlaði að sýna það með ít á starttakkan en virkaði ekki. Og mig vantar til dæmis núna Navision viðskiptahugbúnaðinn minn. Og fólk spyr, af hverju ósköpunum ættum við að vilja hafa bókhaldkerfið sitt, hvar sem er, hvenær sem er, hvaða tæki sem er. En jú, það er alveg ótrúlega mikið af notkunartilfellum, til dæmis fyrir sölumenn. Þeir geta gengið frá sölupöntuninni á staðnum þegar þeir eru að gera söluna. Í staðinn fyrir það þurfa að koma inn, klára frágang á einhverjum pappírum og í rauninni taka þá frá tíma þar sem þeir gæti verið út að selja. Sami maður bara hugsa allt aðrar atvinnur eins og lögreglan. Lögreglan þarf að eyða tíma í það, færa í dagbók lögreglunar þegar hún kemur inn. Í staðinn fyrir að vera sýnileg út og geta bara gert þetta jafn óðum. Bara á 4G í bílnum? Bara í 4G í bílnum, akkurat. Það er bara nákvæmlega þannig. Hérna til dæmis erum við komið með Navision eintak sem er einfaldlega tómt af því að ég vil ekki vera að sýna ykkur bókhaldið sko. Það er bara mjög Þú opnar þá forritið í gegnum þessu skíðaþjónustu? Já, ég fór bara inn á vefsíðu, loggaði mig inn og nú er ég komið með þetta fínasta Navision. Og forritið er ekkert sett upp í tölvunni? En já, það er þetta langflestan hugbúnað er hægt að keyra í dag með þessum hætti, Word, Excel, PowerPoint. Svo er reyndar algengasta, mest umtalaða skíðaþjónustan í dag er náttúrulega frá Microsoft. Þeir eru náttúrulega risi á markaðnum og þeir eru að bjóða upp á eitthvað sem þeir kalla Office 365, alla daga ársins. Og þeir hafa í rauninni sett allar síðan svona vinsælustu þjónustur, tölvupóstinn, dagbókina, SharePoint sem er svona skjalavistunarkerfi, samskiptakerfi sem heitir Link. Við erum búið til svona pakka úr þessu sem þeir settu síðan á cloud-þjónustuna sína og eru að selja fólk inn. Þannig að öll þessi forrit sem ég er að keyra er ég bara að keyra á í rauninni í skínum. Þannig að nú er ég komin í 4G inn á aðra tölvu sem er einhvers staðar í burtu. Til þess að gera það aðeins spennandi. Þetta er sem sagt hefðbundin svona sín á vefpost hjá
365 og Office 365. Hér náttúrulega bara kunnulegt viðmót, ég svo duglegur að svara tölvupósti, ég á engan óafgreiddan póst, ég á eitthvað dagatal og eitthvað sem kallað SkyDrive, sem mjög sniðugt af því að þetta svona eins og Dropbox, nema þetta innbyggt í þetta eru til dæmis öll Office-forriti, þannig að núna til dæmis vantar mig, ef við bara skoðum þessa ágætu tölvu sem ég inn á, ég með einhver Office-forrit, Office 2013 og ég segi, já ok, ég með Access, Excel, ok, Outlook, PowerPoint, mig vantar Publisher, því að það engin Publisher í þessu, þannig að það sem ég langar í Publisher og það sem ég raunum gerir er opna Publisherinn úr skýinu hjá Microsoft sem staðsett á Írlandi og streymir það inn í forrit, inn í þessa sýndarvél sem ég síðan að fara yfir 4G. Þannig að nú ég Publisher og get unnið með hann bara og ég get opnað skjöl og loka skjölum og vista. Núna ert þú að vinna í annarri tölvu yfir 4G. Að ná í Publisher til Írlands og að fara að vinna í þessu öðru. Mér finnst bara Publisher ekkert sérstaklega skemmtilegt forrit, þannig að við ætlum ekki að gera neitt sem ég fílaði þetta En eins og þið sjáu þá, þetta ekki uppsett á vélinni hjá mér núna heldur. Þannig að þetta hjálpar mér til þess að ef maður mikið á ferðinni og þú þarft vördið þitt og hvar sem þú ert staddur, þú getur alltaf sótt á svona. Þetta tiltölulega líka hagkvæm þjónusta, þetta eiginlega bara mjög ódýr og góð þjónusta sem þeir eru að bjóða upp á. Og þá þarfst ekki að fylla tölvuna inn á forritinu? Það þarfst ekki að fylla forritinu, já. En það fylgir með að þú getur gert það. Þú getur sótt allan þennan pakka á alltaf 5 tækjum, hvort sem það Maci eða Windows eða hvað sem þú vilt. Nú, svona til þess að gera þetta svona ívið meira spennandi, þá sjáðu að ég með þessi forrit kerandi, þetta allt saman úr skýinu hjá Microsoft, ég með þessa fínu PowerPoint kynningu sem ég var að gera hérna, templatein sem við erum að vinna með í PowerPoint eru svo frábærlega flott. Svo það sem náttúrulega ég sagði, við þurfum að geta gert þetta á hvaða tæki sem og náttúrulega þegar allt komið í cloudið þá þarf maður að vera með lykilorðin sín á hreinu Það gaman að sjá það, núna þegar maður getur ferðast með allt hérna í vasanum, þá er maður samt sem áður að vera með fullt af tækjum líka annar staðar. Já, náttúrulega ég hefði getað að nota 3G-kortið sem í mínu fartölunum minni, en núna sem ég komið með þetta PowerPoint-skjal og allt sem ég var með á þessari sýndartölvu sem ég var að vinna hérna á borðvélinu mín á það, komið yfir í iPad-ið minn. Þannig ef ég þarf eitthvað að skrifa eitthvað sniðugt, þá get ég skrifa slegin texta, þetta náttúrulega fyrir margir eru konum með lítið lyklaborð við iPad-ana sína og geta verið unnið í skrifstofuumhverfinu sínu á þessu tæki. Og þetta náttúrulega rosalega öflugt fyrir til dæmis fyrirtæki sem vilja vera með litla yfirbyggingu, að bara segja, þú kemur bara með þína tölvu og færð bara svona sýndarvél inn á skrifstofuumhverfinu með kannski einhvern sérhæfðum dýrum hugbúnaði, það ekki að kaupa hann á alla og þetta svona leið líka til þess að vera bara mjög sveigjanlegur og til dæmis ekkert mál þó byrjir sem lítið 10 manna fyrirtæki og þurfir þá einhvern póst og eitthvað dót, þá skalar þetta upp í 100 manns þegar þú slæðir gegn í útlöndum. Og þú getur skælisvægt að vinna hérna þessari tölvu getur opnað hér, þarna, hvað sem er. Já, og frendiðinn í Jerúsalem getur opnað. Ef ég segi share with Ahmed frændi í Hjósuna. Já, þá getur það. Tíminn búinn. Ég ætla að vona að flestir hafi náð þessu, hvað við erum að tala um þetta í dag, fórum alltaf mjög hratt yfir þetta, en þetta náttúrulega margar leiðir, þessi virðist vera ansi fljótlega allavega, ef mann skilur hana. Já, en svo náttúrulega það sem skiptir mestu máli, við viljum líka að þessar þjónustur séu bara sýnilegar fyrir okkur eins og allt hitt. Þannig að þú þarft ekki að sækja þetta á bara að vera inn á tölvunni hjá þér, eins og með Dropbox, eins og hugsaður það. Herru, glæsilegt, takk fyrir komuna, við höldum við áfram með þessu störtáttin hérna rétt á eftir. Takk. Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Og með þessu þá ætlum við að kveðja hérna úr föstudagsþættinum í dag. Já, sem bless hérna úr pakkhúsinu. Vonum bara að allir eigi stórkostlega helgi. Sjáumst aftur hérna næsta föstudag. Verið sæl.